Lilja, þriðji sigurinn, það ekkert sem getur stöðvað ykkur. Nei, já, bara þriði leikunum sem mér finnst við spila mjög vel og bara byrjum oft kannski illa en við klárum alltaf leikinn og sigur er sigur þannig að við erum bara sáttar. Já, það var svona kannski byrjun sem að kannski gekk svona, sem að Selfoss hafði svolítið í við ykkur en þið náðu þessu svo aftur upp í 9. Já, mér fannst við byrja, þú veist, fínt en vörnin var frekar slöpp hjá okkur, var alltaf svona ein og ein að missa og svona lítil klaufamistök þannig að það svona eðilega smá fyrir okkur í byrjun en svo kom þetta bara í seinni hálfleik og klárum við þetta. Er ekkert erfitt að halda innbeitingu svona leik eftir leik? Nei, þetta er bara svona í rútínunni, fattur maður er alltaf einbeittur og alltaf að gera 100% þannig að við náum að klára leikinn. Þannig að þetta er bara, já nú kemur hálfsmánaða pása út af landsliðinu og svo bara takið upp þráðinn aftur. Já, einmitt, fyrir hérna landsliðspása og svo einn leikur og svo er Evrópukeppni þannig að það er nóg að gera hjá okkur og við viljum hafa það þannig þannig að það bara hendur okkur best. Já, og er Evrópuleikir svo í kjölfarið eða hvað? Já, bara beint eftir hérna framleikinn, eftir landsliðspásana, þá fyrir út. Þannig að er þetta orðið, ég getið þið gert betur heldur en þið hafi verið að spila, eða eftir að spila betur? Já, ég held að mér finnst við eiga alveg svolítið inni, sko, við byrjum leikina illa og mér finnst við oft eiga að klára leikina með fleiri mörkum, sérstaklega heldur en í dag, en stór þrósamt á Selfoss, það er mjög flottar. Já, þetta er kannski svona besta framistöðu þeirra? Já, bara algjörlega, mér fannst að ég var spennt að sjá þær, sko, það eru bara mjög flottar og hraðar og eiga náttúrulega fullt af góðum leikmönnum í liðinu, þannig að það er eiga eftir að ná okkur stigum.